Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Við viljum biðja, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Símonar Páls Aðalsteinssonar hér í helgidómi þínum. Og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen. Í 90. Davíðssálmi segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Og í opinberunarbók Jóhannesar segir:
Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Hið heilaga Guðspjall skráð hjá Jóhannesi Guðspjallamanni og hljóðar svo í Drottins nafni. Á þeim dögum mælti Marta við Jesú, Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins, segir í hinni helgu bók. Þar sem skáld Davíð sálma hugleiðir örlög mannanna og ber saman æviskeið mannsins og eilífðar djúpið. 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, stendur þar. Víst er mannsævin skammur tími þegar hort er öxl. Tíminn steðjar sem streymi á og undan þeim straumi, undan því hlutskipti kaupir sig engin frí. Til duftsins, til moldarinnar liggur leið okkar allra, en í ljósi kristinnar trúar er sá vegur ekki okkar hinsti. Enda þótt maðurinn sé af jörðu kominn og skuli að jörðu aftur verða, þá boðar trúin okkur þann fögnuð
að af jörðu skuli maðurinn aftur upprísa. Hvorki veitist okkur mönnum þó það hlutskipti fyrir lögmál náttúrunnar, né mannasetningar eða yfirbótarverk af neinu tagi, heldur aðeins fyrir trú. Trú á hinn krossfesta og uppreisna Drottin okkar og frelsara, Jesúm Krist. Í samfélaginu við hann í kirkju hans er okkur fyrir heilaga skírn gefið fyrirheit upprisu og eilíft líf. Því hljótum við að treysta því að það fyrirheit rætist á efsta degi, þegar Drottinn kemur aftur að dæma lifendur og dauða og kynslóðunum verður safnað saman fyrir hásæti náðar hans. Heilög ritning teflir fram rökum lífs og dauða í skýrum og einföldum dráttum og hún leggur fyrir okkur val vegina tvo, veg lífsins og veg dauðans sem liggur til glötunar. Glötunin er í reynd tilvera án trúar, merkingarlaus og tóm tilvist án Guðs að skilningi Biblíunnar. Andstæðan er hið sanna líf, líf í þekkingu á Guði og trausti til hans, líf í trú á tilvist hans, miskunn og náð. Trúin er manninum athvarf í lífinu, skjól sem unnt er að leita í þegar að okkur steðjar ógn eða vá, og líka reitur sælu sem við sækjum til þegar gleðin og lánið vitjar okkar og okkur gefst tilefni til að þakka góðar gjafir sem lífið kann að leggja okkur í skaut. Símon Aðalsteinsson, sá heiðursmaður sem við kveðjum hinstu kveðju héðan frá Grafarvogskirkju í dag, var ekki endilega margorður trú sína, en aldrei var val hans að villast. Hann valdi lífið, lagði sig eftir mikilvægum áhersluþáttum kristinnar trúar náungakærleika og samhjálp mannanna, og gleðin og gæskan var leiðarljós hans í lífinu. Þar bjó hann að arfi eldri kynslóða, feðra og mæðra sem treystu á athvarfið góða sem ritningin vitnar í sorgum og gleði. Já, sannarlega er Drottinn athvarf okkar frá kyni til kyns, samnefnari trúar og grundvallar þátta í lífsafstöðu og innra lífi kynslóðanna sem áður eru gengnar. Hann er athvarf okkar í lífinu þar sem við finnum og skiljum hina sönnu merkingu þess og öðlumst líf í fullri gnægð, þar sem ekkert skortir sem í reynd skiptir máli. Hann er athvarf okkar frá kyni til kyns, athvarf barna og ungmenna, fulltíðafólks og gamalmenna. Hann er athvarf okkar allra, heilla sem sjúkra, lífs og liðina. Það er einmitt þá og ekki síst þá sem við skiljum veruleika þessara orða er dauðinn kveður dyra, og við þurfum að horfast í augu við þau örlög að maðurinn hverfur aftur til duftsins. Ekki maðurinn sem hugtak og andlag og viðfangsefni trúarheimspekilegrar orðræðu, heldur manneskja, ástvinur af holdi og blóði, sem óvænt er hrifinn burt af heimi. Þá er huggunar og styrks að leita í orðum frelsarans Jesú Krist sem segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Í þeirri trú upprisunar kveðjum við Símon og felum hann góðum Guði á hendur, leið og við látum hugan reika til góðra minninga hins liðna og rifjum upp nokkra þætti úr ævi hans. Símon Páll Aðalsteinsson fæddist á Hofsvallagötu 18 hér í Reykjavík á jóladag 25. desember 1942. Foreldrar hans voru hjónin Sigurbjörg Pálsdóttir frá Böðvarshólum á Vatnsnesi, sem ólst að nokkru leyti upp á Vonarlandi við Sogaveg hér í Reykjavík, og Aðalsteinn Símonarsson frá Vatnskoti í Þingvallasveit. Þau hjón voru þá garðyrkjubændur í Sólbyrgi í Reykholtsdal í Borgarfirði, en reistu sér nýbýli og gróðrarstöð á Laufskálum í Stafholtstungum 1945
og fluttu þangað. Þar ólst Símon upp síðan, elstur 3 bræðra. Næstur honum í aldri var Erlingur sem lést 20. og 3. júlí á síðasta ári, en yngsti bróðirinn Kári lifir bræður sína. Aðalsteinn, faðir Símonar, lést 75 ára gamall 8. mars 1993 og Sigurbjörg móðir hans dó á nýársdag 2011, níræð að aldri. Guð blessi minningu þeirra svo og annarra ástvina Símonar sem horfnir eru af heimi. Símon vandist við fjölbreytileg störf á búi foreldra sinna og lærði að gera gagn og verða að liði. Hann naut skólanáms í farskóla heimasveitar sinnar sem hýstur var til skiptis heima á bæjunum fyrir daga barnaskólans á Varmalandi og á unglingsárum sínum vann hann nokkur haust við sauðfjárslátrun á Hurðarbaki í Reykholtsdal. Símon lauk gagnfræðaprófi frá héraðsskólanum í Reykholti 1959 og stundaði nám í bifvélavirkjun við Iðnskólann í Borgarnesi 1962 til 66. Vann hann nokkur ár eftir það sem bifvélavirki hjá Bifreið á Trésmiðju Borgarnes, BTB, og hjá Sæmundi Sigmundsinni sérleyfishafa í Borgarnesi við rútuakstur. Véla- og tækjaáhugi Símonar kom snemma í ljós. Hann átti ekki langt að sækja hann, því Símon, afans í Vatnskoti og Skíðapétur sem kallaður var, föðurbróðir Símonar, voru annálaðir uppfinninga og hagleiksmenn. Símon fetaði í fótspor þeirra og var alla tíð sérlega úrræðagóður og hagur á allt viðkom verkfærum og vélum. Eftirlifandi eiginkona Símonar Þuríður Jóhannsdóttir frá Akranesi, dóttir hjónanna Jóhanns Ólafs Péturssonar og Kristínar Svavarsdóttur. Símon og Þuríður gengu í hjónaband í Akraneskirkju 11. september 1965 og höfðu því verið gift í rúm 60 ár þegar dauðinn aðskildi þau. Þau kynntust ung upp á Bifröst, þar sem Þuríður vann í eldhúsinu og Símon var bílstjóri sem kom við með vörur í mötuneyti Samvinnuskólans og þar kviknaði ástin á milli þeirra sem borið hefur góðan ávöxt í fríðum hópi afkomenda. Símon og Þuríður eignuðust 4 börn, elst þeirra Hanna, fædd 1966. Hún gift Einari Þór Magnússyni og eru börn þeirra 4, Magnús Már, Agnes Eir, Anton Ari og Patrik Eli og barnabörnin eru 6. Aðalsteinn næst elstur, fæddur 1968. Hann kvæntur Guðnýju Jónu Guðmarsdóttur. Synir Aðalsteins af fyrra hjónabandi eru 3, Símon Valgeir, Atli og Þórir, og börn Guðnýjar fyrir hjónaband þeirra Aðalsteins eru 2, Alexandra Rán og Daniel Viktor. Barnabörn þeirra eru samtals 9. Sigurbjörg Anna næst yngst, fædd 1970. Hún gift Birgi Viðari Halldórssyni og eiga þau 2 börn, Önnu Sóleyju og Birgi Viðar, en Birgir eiginmaður Sigurbjargar á fyrir 4 börn. Barnabörn og barnabarnabörn þeirra hjóna eru 19 samanlagt. Yngst Sunna Björk, fædd 1977, gift Ólafi Auðunssyni og eiga þau 2 syni, Auðun Bjarna og Aron Pétur. Símon og Þuríður stofnuðu heimili í Borgarnesi en fluttust 1970 að Laugarteigi í Bæjarsveit og síðar að Jaðri 2. Í bæ rak Símon bíla- og búvélaverkstæði næstu 10 árin, en stofnaði þá ásamt fleirum vélaverkstæði Vélabæ HF og var hann framkvæmdastjóri þess til 1994 og Þuríður fjármálastjóri. Á þeim árum lögðu verkstæðismennirnir í Vélabæ nótt við dag í vinnu þegar halda þurfti vélaflota bænda víða land gangandi hábjargræðistíman. Má segja að starfsvæði Símonar hafi náð úr Austurlandeyjum vestur til Arnarfjarðar, svo hann var því að vonum oft þreyttur eftir langar vinnuferðir og lagði sig jafnvel í bílnum til að safna þreki, enda gat hann reyndar sofnað svo að segja hvar sem var og þannig safnaði hann þreki fyrir næstu vinnutörn.
Símon sótti fjölmörg námskeið í viðgerðum á ýmsum sérhæfðum landbúnaðartækjum. Hann kostaði kapps að veita góða þjónustu, enda var orðspor hans og verkstæðisins í bæ eftir því. Símon og Þuríður sögðu skilið við bæjarsveitina 1997 og fluttust í Borgarnes. Símon venti þá kvæðu sínu í kross og tók við starfi vallarstjóra golfvallarins að Hamri og varð nokkru síðar jafnframt framkvæmdastjóri golfklúbbs Borgarnes, en hann hafði þá stundað golfíþróttina hátt í áratug. Gegndi hann starfi framkvæmdastjóra golfklúbbsins til vors 2007. Var Símon ein aðaldrifjöðurinn í stækkun vallarins á Hamri úr 9 holum í 18 á starfstíma sínum þar og stóð meðal annars fyrir því að klúbburinn keypti gamla jarðýtu sem hann vann síðan á mánuðum saman til að flýta verkinu. Þar kom líka vel fram áhugi hans á ræktun og trjágróðri sem víða sá stað, bæði heima við hús og fékk ekki síður að njóta sín í verkefnum hans á golfvellinum. Átti Símon mikinn þátt í að móta og byggja upp golfvöllin og fullyrða kunnugir að 2 fallegustu brautir vallarins séu byggðar á hugmyndum hans. Hlaut hann enda verðskuldaða viðurkenningu frá Borgarbyggð 2009 fyrir mikil og góð störf að félagsmálum og fyrir uppbyggingu golfvallarins að Hamri. Á 60-afmæli sínu 7 árum fyrr hafði Símon hlotið silfurmerki Golfsambands Íslands og 2007 var hann kjörinn heiðursfélagi í golfklúbbi Borgarnes. Við störf sín fyrir golfklúbbinn kynntist Símon fjölda fólks og hann var strax þá farinn að sinna sérhæfðri vinnu við ýmis tæki til golfvallarumsjónar fyrir fyrirtækið Vetrarsól. Fór hann til starfa hjá Vetrarsól og vann þar síðustu starfsár sín eftir að þau hjónin fluttust suður 2013. Þau settust á að í Álmholti 4 í Mosfellsbæ, í tvíbýlishúsi með Sunnu, dóttur sinni og fjölskyldu hennar og var hvorum tveggja það sambýli bæði kærkomið og hjálplegt. Frá árinu 1988 áttu Símon og Þuríður ásamt fleirum sumarhús á Spáni, þar sem þau dvöldu oft upp frá því. 20 árum síðar festu þau kaup á annarri húseign á Spáni og þar höfðu þau síðan vetursetu en vörðu sumrum og oftast jólum hér heima á Íslandi. Dvöl þeirra á Spáni var þeim mikilvægur gæðatími. Þar eignuðust þau fjölda vina og kunningja og stunduðu fjölmörg áhugamál og þar var Símon meðal stofnenda golfklúbbsins Teigs og var þar heiðursfélagi. Einnig var Símon að vonum þekktur meðal margra Íslendinga á Spáni fyrir annálaða hjálpsemi sína og greiðvikni. Símon og Þuríður ferðuðust talsvert dagana víðar en á Spáni og áttu húsbíl tíma. Þau fóru þá meðal annars í húsbílaferðalag Austur-Evrópu og í golfferð til Suður-Afríku. Auk starfa sinna í þágu golfíþróttarinnar og iðkunar hennar lét Símon víðar sig munna. Hann fylgdist vel með bílaíþróttum, einkum formúlunni hinn síðari ár og hann keypti nokkur ár í ralli meðal annars á heimilisbílnum og síðustu rall árin keypti hann með Hönnu, dóttur sinni. Símon var meðal stofnenda Bifreiðaíþróttafélags Borgarfjarðar á sínum tíma sem hélt meðal annars ralli í Íslandsmótaröðinni og stóð einnig fyrir keppnum í ísakstri. Símon gaf sig líka að samfélagslegum verkefnum. Hann var liðsmaður í slökkviliði Borgarfjarðardala og Kívanisklúbburinn Jöklar í Borgarfirði naut krafta hans árabil. Skeið sat hann í sóknarnefnd Bæjarkirkju og var jafnframt meðhjálpari við kirkjuna sem var í góðu samræmi við trú hans og lífsviðhorf. Ættfræðin var Símoni löngum hugleikinn. Hann viðaði að sér miklum upplýsingum á því sviði dagana, skrifaði upp gömul ættartöl sem honum höfðu áskotnast og var vel að sér skyldleika og ættartengsl fólks. Sínar eigin ættir þekkti hann að vonum vel
og gaman þótti honum að vitja æskustöðva föður síns austur í Vatnskoti við Þingvallavatn. Símon var fróðleiksfús maður, leitaði sér margvíslegar þekkingar af bókum og hafði mikla ánægju af að miðla þeim fróðleik sem hann aflaði sér. Hann safnaði því bókum af ýmsu tagi lengi og reyndar fleiru, því hann hafði gott auga fyrir sjaldgæfum hlutum á borð við penna, mynt og frímerki sem einnig söfnuðust á honum. Símon var alla tíð opinn fyrir nýjungum og áhugasamur tæknilegar lausnir á hvers kyns vanda bætt gætu líf og aðstæður fólks. Vélar og tæki voru auðvitað hans ær og kýr frá blautu barnsbeini að heita mátti og hann óx aldrei upp úr áhuga sínum á því sem nýjast var hverju sinni. PC-tölva var komin á heimilið 1982, myndbandstæki löngu fyrr en víðast hvar annar staðar og verkstæðið tölvuvætan snemma. Heyrnartæki fékk hann fertugt, en þrátt fyrir marg endurnýjuð tæki og nýjustu uppfærslur á þeim búnaði, þá átti hann alltaf í óttalegu basli og vesenni með heyrnartækin og fór ekki dult með það. Það var þó í ósamræmi við flest annað sem að tækninni sneri, því þótt Símon væri ekki alveg laus við fljótfærni, þá var hann vissulega laghentur mjög og kunni vel að nýta sér möguleika tækja og tækni af handlagni sinni, hugkvæmni og útsjónarsemi. Símon hafði löngum mörg járn í eldinum, enda starf hans annasamt, félagsstörfin tímafrek, áhugamálin fjölmörg og fjölskyldan stór. Minnismiðar með verkefnum dagsins voru því nauðsynlegir og með árunum fjölgaði þeim svo að þeir voru eiginlega komnir út allt. Og þeir myndu sumir þeirra myndu skrásetjaran, það Símon sjálfan, jafnvel á það að skoða minnisatriði sem væri að finna á öðrum miðum. Símon var nefnilega gæddur góður í kímnigáfu, hafði góðan húmor fyrir sjálfum sér og tók sig ekki of hátíðlega og hann var ekki laus við smá stríðni og barnabörnin voru stundum ekki alveg viss hvort afa þeirra væri alvara eða hvort hann væri bara að grínast. Hvað áttuðu til dæmis að halda inn á kaffistofun á verkstæðinu þegar afi hrærði í kaffibollanum sínum með rikugu járnsagarblaði eða bor? Símon lét sér mjög annt barnabörnin öll og leyfði þeim alls konar hluti sem aldrei gleymast þeim, til dæmis að bjóða þeim 7 saman í einu í ökuferð á traktor. Og hvaða 7 ára barn myndi til dæmis afþakka það að fá að aka jarðýtu í boði afa síns, jafnvel alveg einn svolítinn spöl. Símon var lífsglaður og umhyggjusamur fjölskyldumaður. Hann bjó yfir sjálfstrausti og trú á möguleikum fólks til að láta drauma sína rætast og þar voru börnin hans engin undantekning. Hann hafði tröllatrú á þeim og hvatti þau til góðra verka í lífi og störfum og var í senn uppörvandi og elskulegur faðir. Þuríði konu sinni var hann að sama skapi ástríkur og traustur lífsförunautur í blíðu og stríðu og hann reyndist henni mikilvæg stoð og stytta þegar heilsa hennar fór að gefa sig. Sjálfur var Símon heilsuhraustur að jafnaði í áranna rás, en skakkaföll af völdum óhappa og slysa höfðu þau áhrif á hann og tóku sinn toll. Honum var því mikið í mun að leita ráða til að bæta heilsu sína á líðan og hann var opinn fyrir óhefðbundnum leiðum í því skyni. Hann hafði mikla trú á áhrifum og virkni hvítlauks og hann bar hann á sér lengi og það töluvert í heilsubótarskyni. Símon var fyrir slæmri byltu heima hjá sér að morgni fimmtudagsins 5. mars síðastliðinn, sem leiddi til alvarlegra höfuðáverka dró hann til dauða síðar þann sama dag á Landspítalanum í Fossvogi. Fjarstaddir vandamenn og vinir minnast Símonar með miklu þakklæti, kærleika og hlýhug og biðja fyrir samúðarkveðjur sínar til fjölskyldu hans hingað að athöfninni.
Þær kveðjur flyt ég frá dóttursonum hans, þeim Magnúsi Má og Antoni Ara, frá Þóru og Jóni, frá Helga og Grétu á Akureyri, frá Dúdda og Huldu í Reykholti, frá Sæmundi Sigmundsinni í Borgarnesi, frá Steina í Laugabæ, frá Baldri og Katrínu Marju og frá Elínborgu Þorgrímsdóttur og Hallsteini Guðmundsinni. Bálför Símonar verður gerð innan tíðar og verður duftker hans jarðsett í Mosfellskirkjugarði hinum nýja í Mosfellsdal. Fjölskylda hans þakkar samúð og vinarhug við andlát hans og útför og býður ykkur öllum sem heiðrið minningu hans hér í dag með nærveru ykkar að gjöra svo vel og þiggja veitingar hér í safnaðarheimili kirkjunnar að lokinni athöfn. Aldrei er svo bjart yfir öðlingsmanni að ekki geti syrt eins sviplega og nú og aldrei svo svart yfir sorgarranni að ekki geti byrt fyrir eilífa trú. Orti séra Matthías Jochumsson. Það er skammt á milli sorgar og gleði, lífs og dauða. Nánast eins og stutt sé á rofa á vegg eða eitt fótmál stigið. Sortin sem grúfir yfir við fráfall Símonar er þungur og sorgina og söknuðin er erfitt að bera. Góðar minningar munu þó ylja ykkur, ástvinum hans, vinum og kæru samferðafólki alla framtíð, ásamt hinni björtu von eilífrar trúar upprisu frá dauðum og eilíft líf í náðarfaðmi Guðs, þar sem þjáning og kvöl er á bak og burt, þar sem allir hlutir verða nýir. Við kveðjum Símon með kærleika í hjarta og þökkum góðum Guði fyrir þá gjöf sem líf hans var og allt það er prýddi hann. Enda þótt fráfall hans sé í senn óvænt og þungbært, þá skulum við samt sem áður minnast alls þess sem hann fékk notið dagana. Alls þess sem gladdan og gaf lífi hans merkingu, alls sem hann kom í verk af dugnaði sínum, kjarki og karlmennsku og alls sem veitt honum gleði og lífshamingju. Minningar ykkar allra, kæru vinir, bregða allar, hver með sínu móti, sérstakri birtu fram á veginn. Þakkirnar fyrir þær góðu minningar og bænarefni okkar önnur í dag, felum við honum sem hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Hann kenni okkur að telja daga okkar, að við megum öðlast viturt hjarta vegna trúarinnar á Krist. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann, segir í predikaranum. Þau orð minna einnig á nálað lifandi Guðs handan við skuggaski lífs og dauða, sem leysir líf mannsins frá gröfinni og krýnir hann náð og miskunn. Guð blessi minningu Símonar Páls Aðalsteinssonar og leiði ykkur fjölskyldu hans og ástvini gegnum dagana dimmu framundan og til ljóssins sem við okkur skín í Kristi Jesú. Hann vaki yfir okkur öllum í lífi og dauða og gefi okkur góða heimvon. Í Jesú nafni. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir og að eilífu. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér viljum biðja, eilífi Guð, sem þekkir alla hulda hluti og sem hefur vald og sem hefur skapað alla hluti og hefur vald yfir lífi og dauða, þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Þér skulu þakkir færðar fyrir allt, fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtföruna úr honum í von upprisunnar. Vér blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem við eigum í honum, vitjað hefur vor og afrekað oss laust frá þjáningum. Meðtak þú drottinn í heilaga gæslu þína, sál þessa barns þíns, Símonar Páls Aðalsteinssonar, sem við felum þér, og veit honum hvíld í samfélagi þinna heilugu til upprisu dagsins mikla sigurs. Hugga þau sem syrgja og gef þeim alla himneska blessun og náð hér og í komandi heimi. Því þú ert miskunnsamur og gæskuríkur, þér fórnum vér dýrð, vegsemd og tilbeiðslu, nú og að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Takið blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir fyrir Drottin vorn Jesúm Krist. Amen. Ég bið þau sem treysta sér til að standa það sem eftir athafnarinnar og hvet ykkur til þess að taka undir í sálminum allt eins og blómstrið eina. Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á feginstegi fyrra. Drottin minn gefi dauðum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen.